eða þess ekki 4-4 jafntefli á FH hérna á N1-vellinum í kvöld. Svona, hvað getur sagt þetta þennan leik og svona líka sérstaklega þýðingarmikill fyrir þig kannski? Já, þetta var svona erfið stund að kveðja Val eftir 13 ár, eftir bara ógleymanlegan tíma og bara endalaust og góða minningum. Þannig að þetta var svolítið svona tilfinningaþungi í byrjun og svo svolítið seinni í gang, en svo bara skemmtilegur leikur að horfa og gat dottið hvor með þessu var. Þannig að þetta var bara skemmtilegur leikur. Mark og stóðsending frá þér í dag, svona þetta hljóta að vera einhver skilaboð inn í stjórn Vals. Já, ég ætlaði bara að enda þetta vel og ég er búinn að reyna að tala við stjórn Vals í allt sumar, en þetta búið svona svolítið erfitt að fá svör frá þeim, og svo fekk ég bara skilaboð á Messenger að þau myndi ekki semja við mig og ætluðu bara sjáumst hérna á sunnudaginn. Það voru þakkirnar, þannig að það var smá súr endir, en það var gagg. Myndirðu segja að þú værir þá ósáttur með svona viðskilnaðinn? Já, þetta er svona smá súrt bara, en allt í góðu. Ég ætla ekki að láta það eyðileggja öll þessi 13 ár sem voru geggjuð hérna. Svona, þú ert auðvitað á góðum aldri og ert að spila vel í deildinni og fleira. Sérðu fyrir þér að spila fyrir eitthvað annað lið en Val? Já, ég geri það. Ég bara skoða allt sem verður í boði. Uppalinn Víkingur og maður hefur töfð þangað, en ég bara skoða allt sem verður í boði. Takk fyrir og til hamingju. Takk.